Það er komið að 9. liða dagskrá reglur leikskólaþjónustu og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, að ræða endurskoðun á reglum leikskólaþjónustu, en reglurnar voru samþykktar á síðasta fundi fræðsluráðs. Reglunar gilda umsókn og innritun í leikskóla Akureyrarbæjar og gjaldtöku og innheimtu fyrir leikskóladvöl í leikskólum bæjarins. Breytingarnar, aðalbreytingarnar í þessu fyrir utan einhverjar innsláttarvillur, þá að vera að tala það að mikilvægt að umsóknum hafi verið skilað inn fyrir 1. febrúar árið sem óskar eftir innritun fyrir barnið. Þetta gert til þess að flýta ferlinu og geta svara foreldrum fyrirvarandi leikskóladvöl haustið. Í fjórða lið þá verið að laga aðeins málfar og tala að í leikskólum Akureyrarbæjar eru 5 árgangar. Undanfarin ár hafa börn verið innrituð úr yngsta árgangnum, það er 18 mánaða gömul. Viðmiðið að barnið hafi náð að lágmarki 18 mánaða aldri í september mánuði. Síðan bætt við markmið Akureyrarbæjar að innrita 12 mánaða gömul börn að loknu fæðingarorlofi þegar lenging fæðingarorlofs úr 9 í 12 mánuði verður raunin. Ef laus pláss til staðar í leikskólum hausti fá foreldrar 17 mánaða barna fyrst tilboð innritun barns og svo foreldrar 16 mánaða barna. Í 3. lið umsókn flutning milli leikskóla þar verið að uppfæra varðandi íbúagáttina að foreldrar sækja flutning milli leikskóla á rafrænu formi á íbúagáttinni. Og síðan það í rauninni ekkert kannski fyrir í 16. grein, undantekningar frá kröfum lögheimila á Akureyri. Það verið að tala líka að sækja á gegnum rafræna þjónustugátt. Og síðan verið að setja inn í samþykktar reglur og fræðsluráði að berist umsókn tvöfalda skólavist barns í leikskóla. Það regla Akureyrarbæjar að hafna slíkri ósk samkvæmt áliti Sambands íslenskra sveitarfélaga, gengur það gegn hagsmunum og þörfum barna að gangi í 2 leikskóla. Öll lög og reglur mæla gegn tvöfaldri námsvist og svo vísað í link eða í álit sem hægt að stilla á, að velja til að lesa frekar álit sambandsins. Síðan þessar reglur voru samþykktar þá búið að bæta við 18. grein sem kæruheimild, kæruheimild einstakra ákvarðana fyrir eftir 30. grein laga leikskóla númer 90 frá árinu 2008 og reglur þessar setta með stoð í lögum leikskóla númer 90 frá 2008 samanber 27. og 27. grein lagana og legg ég hér til með að bæjarstjórn samþykki þessar reglur með framlögðum breytingum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli síðan næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar fyrst kannski bara að spyrja formann hvort það sé skylda fyrir okkur að vera með þetta sem reglur. Af því eins og orðalagið í þessu, þá finnst mér þetta frekar hljóma eins og þetta eigi að vera viðmið. Og líka bara við erum að vísa í aðra aðila, það mjög sjaldgæft að það sé gert í reglum. Þannig að ég mun ekki samþykkja þessar reglur í dag. Það er fyrir því nokkrar ástæður, meðal annars þessar að ég myndi óska eftir því að þetta kallað viðmið en ekki reglur. Líka það eru svolítið að endurtekningum þarna sérstaklega varðandi umsóknir og innritun í leikskóla. Liður 4, svo liður 6 í rauninni næstum það sama Síðan náttúrulega stóra málið í þessu að þarna í þessu sem sagt klausan sem kemur inn á það að það sé orðið regla að hafa leikskóla lokaða í 4 vikur yfir sumartímann. Ég hef náttúrulega margoft talað fyrir því að ég ósátt við að við séum með sumarlokanir í 4 vikur. Ég vil að við séum með sumarlokanir í 2 vikur og það sé síðan val foreldra að taka frí 2 vikur á undan eða 2 vikur á eftir. Og
atvinnulífi hér í bæ hefur marg ítrekað kallað eftir þessu, sérstaklega stórir vinnustæðir. Og ég finnst við eigum að taka tillit til þess. Ég hef ekki séð neina rannsóknir sem sýna það að það sé skaðlegt börnum að gera þetta eins og við erum að leggja til. Og frekar held ég að væri bara til bóta fyrir börnin, því að ég held að þetta myndi minnka álag á foreldrum sem að hefðu þá meira val og væri þá ekki ofta að lenda í þeim vandræðum að þurfa að leysa vistunarmál barnanna sinna öðruvísi því að þeir fá ekki sumarfrí á þessum tíma sem leikskólanir eru nákvæmlega lokaðir. Þannig að þetta gefur þeim meira svigrúm. Þannig að þetta er stóra málið í þessu fyrir mér. Svo var eitt annað, við erum alltaf búin að týna því Já, það kemur ekki. En allavega ég legg til að þessu verði vísað aftur tilbaka og þessu breytt í viðmið og endurskoða með þeim tillögum sem ég er búin að leggja til. Ertu að leggja til? Ég er að leggja til að þessu verði vísað aftur inn í fræðsluráð. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar svona rétt að koma hérna upp og bregðast við því sem að Eva Hrund bæjarfulltrúi var að spyrjast fyrir og benda á og bara margt gott sem hún benda á en það er alveg eitthvað tvítekningar þarna en það er verið að fara í ansi marga þætti og mismunandi þætti í þessum reglum en í rauninni samkvæmt því sem við erum að fylgja eftir og spurning hvort þetta eigi að vera viðmið eða reglur en þá er það þannig að reglunar setta með stoð í 27. og 27. grein leikskólalaga þar sem fjallað eru innritun og gjaldtöku og það er vísa til þess að sveitarstjórn sé heimilt að setja reglur og taka ákvarðanir varðandi þessa þjónustu. Þannig að í rauninni er það bæjarstjórn sem setur reglur afgreiðslu þessara mála og ef við les hérna aðeins kannski upp með leyfi forseta 27. grein leikskólalaga, reglur innritun. Sveitarstjórn er heimilt að setja reglur innritun í leikskóla í sveitarfélaginu enda njóti viðkomandi leikskóli framlags úr sveitarsjóði. Þessar reglur eru annars vegar settar með tilliti til aðstæðna barna og foreldra og hins vegar með tilliti til aðstæðna í leikskólum sveitafélagsins. Reglur sveitarstjórnar samkvæmt þessari grein skulu birtar opinberlega og vera aðgengilegar íbúum sveitarfélagsins. 27. grein leikskólalaga, það er þátturinn gjaldtöku. En sveitarstjórnum er heimilt að ákveða gjaldtöku fyrir barn í leikskóla. Gjaldtaka fyrir hvert barn má þó ekki nema hærri fjárhæð en nemur meðalraunkostnaði við dvöl hvers leikskólabarns í leikskóla á vegum sveitarfélagsins og við erum langt undir þeim viðmiðum. En ákvæði þessara greina taka ekki til leikskóla sem fengið hafa rekstrarleyfi samkvæmt 25. grein nema kveðið sjá slíkt í þjónustusamningi sem sveitarfélag gerir við aðila sem fengið hefur rekstrarleyfi samkvæmt 25. grein þá að vera að tala einkarekna leikskóla og þessar reglur falla undir það líka. En varðandi það hvort það sé viðmiðið eða ekki, þá þessar reglur þær hafa verið teknar fyrir bara meðal annars 3 þessu kjörtímabili í fræðsluráði samþykktar og ekki verið lagðar fyrir bæjarstjórn til samþykktar. Mér skildist á bæjarlögmanni að þetta þyrfti að fara fyrir bæjarstjórn til samþykktar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er gott að koma í ljós, það er ekki regla fyrir okkur að setja reglu. Þannig að þess þá heldur finnst mér annarkvort að við setjum þetta bara sem viðmið að því mér er svo margt þarna inni sem á ekkert heima í reglum. Við erum búin að setja reglum það að börnin eiga að vera 5 ár í leikskóla til dæmis. Við höfum alveg verið að tala fyrir því, eigum að líka leyfa þeim að fara og færa
5 ára bekkinu upp í grunnskólan, þá þurfum við að taka aftur reglurnar og breyta reglunum staðan fyrir við sem er viðmið. Ef við ætlum að breyta sumarlokun leikskóla, þá þurfum við að fara að taka upp reglurnar og breyta reglunum. Þannig að hugsanlega mætti eitthvað að vera þá í reglum en annað bara sem viðmið. Ég held við eigum ekki að vera að setja í reglur það sem óþarfi að setja í reglur. Já. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Maður ágættur bæjarfulltrúar. Ég alveg sammála bæjarfulltrúa Evu. Ég á mjög örfn með að samþykja það að vera sett í reglur að sé lokað inn í 4 vikur. Mér finnst miklu gáfulegra að hafa þetta í 2 vikur fyrir alla hér á Akureyri. Þannig að ég get engan veginn samþykkt að setja reglur lokun í 4 vikur, þó þetta sé bara ein málsgrein hann inni. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara svona aðeins að koma með upplýsingar að þetta var samþykkt samhljóða í fræðsluráði á síðasta fundi fræðsluráðs og samhljóða á í síðustu 2 breytingum líka. Varðandi sumarlokun og 4 vikna sumarlokun þá hefur verið gerð könnun á þessu og við svo sem ætlum líka að gera aðra könnun varðandi sumarlokun og álit foreldra á því hvernig það en hingað til hefur sumarlokun fyrst og fremst snúist börnin. Að þau þurfi að komast í sumarfrí í 4 vikur og við höfum hlustað á fagálit í rauninni leikskólastjóra og leikskólakennara samhliða því og þess vegna hefur þetta verið samþykkt í fræðsluráði. Það er engin eins og í staðan í dag, það stendur ekki til að breyta sumarlokun en komið það til þá munum við sjálfsögðu taka þessar reglur upp eins og er gert almennt með reglur ef það þurfa að breyta þeim. Þetta er ekkit meitlað í stein. Heldur þetta í rauninni verið að samþykkja reglur eins og staðan er í dag og það sem samþykkt hefur verið að gera í dag. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil koma hérna upp og styðja þessa tillögu hennar bæjarfulltrúa Evu Hrundar. Byggi það kannski á því að þrátt fyrir tilvísinni lög það að sveitarfélaginu sé heimilt að setja reglur inntöku barna, þá í þessum reglum verið að ganga miklu lengra og blanda saman ólíkum hlutum. Mér finnst eðlilegt að það séu skýra reglur inntöku barna, en það verið að setja þarna inn allskyns setningar sem mér finnst bara ekki eiga heima þarna. Og þarna eru líka atriði sem ættu og að vera bara hreinlega viðmið vegna þess að það geta tekið breytingum. Það er ekki eðlilegt að við sem að taka reglur til endurskoðunar nánast árlega. Þannig að það má laga orðalag þarna á margan hátt og þó að þetta hefur verið samþykkt samhljóða í ráðinu að þá allavega var það þannig þegar við vorum að ræða þetta í gær að við vorum sammála það og það voru bara allir sammála það að það þyrfti að vanda betur til verka í þessu tilviki og það væri ástæða til að senda þetta tilbaka til endurskoðunar. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Ingibjörg sagði áðan að börnin þyrftu 4 vikur. Við vorum alltaf að tala það. Við vorum bara að tala að þetta væri 2 vikur og að væri hægt að velja 2 vikur fyrir aftan eða framan. Þannig að það engin breyting á frítíma barnanna að okkar hálfu. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Biðja varaforseta að taka við stjórninu og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eiginlega ágætt að þetta bara að taka þessa umræðu. Þetta er svona alltaf, þessar reglur hafa verið. Sagt, við erum bara hérna að breyta einhverjum örlitlu í þeim núna. En það hefur aldrei komið inn í bæjarstjórn. Og kannski hefur við bara ekki tekið þessa umræðu hér. Þannig að
Ég held að við séum öll til í það að bara skoða þetta eins, fresta afgreiðslunni og vísa þessu jafnvel eða bara taka undir þá tillöguna, fara yfir hvort eitthvað mætti fara þarna út. En ég held samt að það sé ágætt að taka þessar reglur og við erum búin að vera með þar. Ég held að við séum kannski bara pínulítið svona, og þegar einhverjir allavega bæjarfulltrúar hérna inni ekki átt að sjá að þeir hafi verið í sjálfu sér. Og við hefum átt að gagnrýna þá inn í fræðsluráði. Eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg segir, þar samþykkja allir þetta samhljóða. Þannig að fara yfir orðalag algjörlega minni hálfu og einstaka setningar. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi hérna aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi þessar reglur þá finnst mér fínt að þær komi hingað inn til umræðu. Ég man nú að við vorum að ræða þessi viðmið sumarlokanir hérna einhvern tímann og þá var ég aðeins að velta fyrir mér þessum valmöguleika með 2 vikur og 4 vikur eins og bæði bæjarfulltrúi Hlynur og bæjarfulltrúi Eva hefur nefnt. Eftir það hef ég farið svolítið og rætt þetta við leikskólakennara, bæði í heimsóknum og við ansi marga leikskólakennara sem vilja meina að þetta sé barninu fyrir bestu að hafa þessar 4 sumarvikur lokaðar. Ekki bara vegna þess að þau þurfi samfellt frí í 4 vikur, heldur líka vegna hringls og samskipta og tengslanets og önnur börn að þetta skapi ójafnvægi og tilfinningalega vanlíðan. Þannig að mér finnst allavega að vanta þá greina betri rannsóknir heldur en bara könnun foreldra, heldur líka þá aðeins viðmið þar sem að þetta skoðað sérstaklega. Ef að hins vegar það ekki skaðlegt þá þetta sjálfsagt að ræða það. En varðandi reglurnar sjálfar þá var líka svona fyrsta hugsunin ekki allt í lagi að börn séu í 2-faldri skólavist. Það var svona fyrsta svona sem að allavega ég var hugsa yfir. En eftir ég las álitið þá snerist þetta allt að setja ekki atvinnulífið og ekki foreldra í fyrsta sæti, heldur börnin. Og meðan við þau gögn sem að ég hef séð þá get ég alveg stutt þetta. Ég get líka alveg samþykkt að vísa ef það eitthvað orðalag sem að þarf að fara yfir þá það mér að meinalausu. En ég get alveg samþykkt þessar reglur hér í dag. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get nú alveg tekið undir að vísa þessu aftur í fræðsluráð en þá þætti mér líka bara rosalega vænt að þið nú búið að koma hérna fram í máli bæjarfulltrúa að þeim þykir orðalag eitthvað skrítið og svoleiðis að fá bara ábendingar það, þannig að við getum rætt það inn í fræðsluráð og tekið tillit til þess og vísum þess þá bara aftur í bæjarstjórn þegar búið að fara yfir það. Takk fyrir, en við erum samt ekki að fara að breyta strax 4 vikna sumarfrí. Heldur við bara taka umræðu það og við munum gera könnun meðal foreldra varðandi viðhorf til sumarleyfa og taka ákvörðun í framhald af því. Þannig við munum ekki fara að breyta þessu núna. En takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara þakka fyrir það að hluti allan að sé búin að samþykkja það að færa þetta aftur yfir í fræðsluráð. Ég vil samt bara ítreka það, ég ekki bara að tala orðalag þó að séu ýmislegt sem tala lagið því, heldur líka að við tökum það til umhugsunar hvort þetta eigi að vera reglur eða viðmið allavega hluti af því sem þarna inni. Því það mikill greinamunur á því hvort þú sérst að samþykkja reglur eða viðmið. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Fleira ekki hvað sé hljóðs, þá berum við upp tillögu bæjarfulltrúa Evu Hrundar að vísa reglunum aftur til fræðsluráðs til frekari vinnslu, þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það eigum að gera þetta aftur. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Já, það 5, 6, 7, 8. 9, þú hefur vantarlega verið með. Já. Þeir sem á móti, enginn og þeir sem sitja hjá, það Hilda Jana og
Sóli Björk.